Ef við myndum hanna heiminn fyrir fatlað fólk, þá myndi hann henta öllum. Góðan daginn, við heitum Erla og Hulda og erum þroskaþjálfarnemar við Háskóla Íslands. Þetta hlaðvarp hluti af BA-verkefni okkar þar sem við skoðum stöðu einhverfra einstaklinga með áfengis- og vímuefnavanda á Íslandi í dag. Jæja Hulda, nú erum við búin að tala við alla viðmælendur, Friðrik, Höllu og Guðlaugu. Og hvað stóð mest upp úr þessum viðtölum? Það sem að ég svona kannski sé að það náttúrulega gífurleg þekking að úti. En fyrst og fremst kannski þarf að tala þetta og draga fram að það sé til fólk sem að sé einhvert með áfengis- og vímuefnavanda og það þurfi aðstoð. Og hvernig erum við að gera það? Hvernig getum við gert það? Það að rekast á hindranir í samfélaginu? Og mér heyrðist á öllum að það vilji fyrir því að gera betur. En við þurfum fyrst og fremst að byrja að tala um það. Já. Vegna þess að ef enginn talar um það, þá ekki hægt að gera neitt og þá verða ekki til henni sérfræðingar. Og ég held að það sé mikilvægt að sérfræði þekking verður ekki til í einhverju tómarúmi. Og fólk fær áhuga á hlutunum og sérhæfi sig og spyr spurninga og mennta sig til þess að verða sérfræðingar. Já. Og þá ekkert endilega að tala um að fara í nám eða svoleiðis, heldur bara að hlusta fólk, tala við fólk, tala við einhvert fólk, tala við fólk með áfengis- og vímuefnavanda. Við vorum kannski ekki í þeirri stöðu núna því miður að geta tala við eitthvað með áfengis- og vímuefnavanda og einhverfu, en við reyndum svona að fara eins nálægt því og hægt var. Já. En auðvitað, eins og hefur verið sagt, ekkert okkur án okkar og Já. auðvitað ætti það að vera næsta skrefið. Já, algjörlega. Þetta eru svona 2 jaðarsettir hópar og það eins og sé ekki gert ráð fyrir því að það geti verið, að þeir geti sameinast eða runnið saman. Ég alveg saman því. Og ég mjög samanlega því sem þú sagðir hérna í byrjun að þú veist, það allir, og ég upplifði það í gegnum viðtölun hjá öllum viðmælendunum að þú veist, það langar öllum að gera betur og það allir samanlega það þarf að gera betur. En ég upplifði svolítið eins og það sé samt því miður svolítið langt í það. Ég kannski af því að það enginn, finnst mér einhvern veginn að tala um þetta. Og jú, það verið að tala um fólk með fjölþættan vanda en þú veist, það samt einhvern veginn ekki verið að tala um þetta svona held ég. Eins og við erum að reyna að gera. Sáu eitthvað svona sameiginleg þemu? Mér langar að nefna strax, mér varst allir sammála að áfallamiðin nálgun væri eitthvað sem að þyrfti að innleiða í þjónustu við þennan hóp. Já, og ég held að það sé svolítið gefið. Og það líka svolítið út frá þessu kannski félagslega sjónarhorni að skoða umhverfið og söguna. Þú veist ekki hvað að þér, heldur hvað kom fyrir. Og eins og Guðlaug kom kannski inn á að kannski þarf aðra nálgun, kannski þarf að hugsa hlutina öðruvísi í meðferð fyrir einhverfa. Til þess að þeir myndu fá meira út úr henni. Annað þema sem að mér fannst líka skýrt að kerfin tala ekki saman. Heilbrigðiskerfið eða heilbrigðisþjónustan, svo félagsþjónustan. Já. Sem pínu skrítið, að finnst mér, að því að þú veist, þegar maður lítur svona á þetta ofan, þá líður manni eins og þetta sé eitthvað svona ætti að vera svona nátengt. En það það ekki. Nei, það náttúrulega ólík kerfi sem að þjónusta.
það eru ekki allir einhverfir með fötlunargreiningu og félags- eða velferðarkerfið þjónustar fólk með fötlunargreiningu og þannig að það er kannski ástæða fyrir því að þetta eru ólík kerfi og svo ertu kannski með einhvern í búsetu með áfengis- og vímuefnavanda og að ná svona, þá þarf það að tala við heilbrigðiskerfið til að komast í meðferð. Þannig að það er rétt að, og svo þegar þú ert búin í meðferð að þá kannski vantar húsnæði og þjónustu og þú veist, þannig að það er ekki alltaf í boði. Og eins og sko Friðrik talaði svolítið var að það er alltaf mikill húsnæðisvandi bara á Íslandi í dag og í Reykjavíkurborg og þegar kannski einstaklingur er komin úr meðferð að þá kannski er kallað eftir þjónustu og húsnæði frá borginni og þau geta veitt þjónustuna en það er hvergi húsnæði að fá. Þannig að það er einhvern veginn erfitt að halda samfell í þjónustunni þó það sé mikill vilji, við heyrðum það nú allstaðar frá Friðrik, Höllu, þeir sem minna kannski aðlega í þjónustu, að auðvitað væri í drauma heimi hægt að gera þetta, en það er bara allstaðar einhvers staðar hindranir. Og þá komum við kannski einmitt af hverju þátturinn okkar heitir eftir að Friðrik kom inn á það í fyrsta þættinu að ef við myndum hanna heiminn fyrir fatlað fólk þá myndi hann henta öllum og það er kannski það sem að er eitt sem að skiptir svo miklu máli og mér langar að koma inn á það vegna þess að ég veit að ég er búin að heyra af því að til dæmis S.A. ætlar að byggja spítala upp á Vík á Kjalarnesi af því að Vogur hentar ekki lengur og ég bara skora á S.A. og svo veit ég líka að þá að byggja nýjan geðspítala og ég skora þá líka að því að þessar byggingar verða hannaðar að þær verði hannaðar út frá algildri hönnun að það verði hannað þannig að það henti öllum og það er svo mikilvægt að hugsa þetta frá upphafi í staði fyrir að bæta við eins og oft er verið að gera. Þannig að áskorunin er komin út, S.A. og Landspítali. Það er sko það þið hlustu hérna þáttinn, eitthvað sem tengist. Fannst þér koma fram svona ólíkur skilningur eða áherslur hjá viðmældum okkar? Ég svona upplifi að kannski og sem er kannski ekkert óeðlilegt að kannski þekkinga áfengis- og vímuefnamálum og auðvitað er kannski þroskaþjálfar ekki menntaðir í því og öfugt áfengis- og vímuefnaráðgjafar eru ekki menntaðir í hugmyndafræði þroskaþjálfa og þannig að og ég er ekkert viss að kannski endilega fólk hafi talað þessar tvær starfsstéttir í sömu setningunni einhvern tímann sko. Þannig að og það er kannski ekkert óeðlilegt en það sem kannski þessar stéttir eiga sameiginlegt er að þær eru að vinna með fólk og ná tengslu við fólk og hjálpa fólki og það er mjög margt líkt þar. Akkurat. Þannig að kannski bara tími kominn að þessar stéttir færi sér nær og ég held að þroskaþjálfar náttúrulega eiga erindi allstaðar þar sem að fólk er og fatlað fólk er allstaðar og þessi svona mannréttinda nálgun og félagslega sjónarhorn náttúrulega bara á erindi allstaðar í samfélaginu. Algjörlega. En ef við fyrir maður að tengja þetta við fræðin. Já. Hvernig niðurstöðurnar speglast í félagslega sjónarhorninu? Já. Við þurfum að halda uppi mannréttindum og ryðja burt hindrunum. Þannig að hvernig getum við gert það fyrir þennan hóp? Það er eins og við sögðum áðan, það er ennþá fullt af hindrunum.
Já. Og það er svolítið, og ef við tölum þá sko áfallega með að nálgun, að þú veist, það er svolítið ennþá verið að sko dæma einstaklingin, upplifi ég, þú veist, hvað er að þér, í staðin fyrir, þú veist, Það sé verið að horfa í hegðun. já, sem sagt, út frá þessu, að því, þú veist, það eru, bara það eitt og sér að vera í neyslu er áfall. Þannig að þú veist, að kryfja það svolítið, og mér heyrðist það nú bara á Höllu að svoleiðis vinna væri í gangi. Hún fór kannski ekki svo djúpt í það, en þú veist, og ég vonaði innilega líka áskorun. Ég skora á alla að fara að vinna eftir áfallmeira nálgun. Ég bara, þetta var hugljómun fyrir mér að já, kynnast þessu. En þú veist, já, að þú veist, þetta er svo miklu dýpra. Þetta er ekki bara eitthvað val, það er ekki eitthvað sem ákveður á mánudegi að ætla sér að verða alkohólisti. Nei. Hvað liggur bak við þarna? Já. En sjáum við dæmi um jaðarsetningu? Já, ég held við þurfum ekki að útskýra það. Nei, það er málið. Alkohólistar og vímuefnaneytendur eru náttúrulega gífurlega jaðarsettur hópur í okkar samfélagi og einhverfir eru það líka og það eru fordómar og skilningsleysi og því er ekkert breytt nema með fræðslu þannig að ég held að þetta sé svona kannski fyrsta hindrunin sem við erum að reyna að ryðja úr vegi er að fræða fólk og færa það kannski sjá aðeins inn í þjónustuna. Ég held að Halla og Friðrik hafi svona gefið okkur svolítið innsýn inn í þjónustuna og Guðlaug svona útskýrt fyrir okkur kannski hugarheim einhverra en eins og Friðrik kom inn að það hefur margt breyst mjög hratt og nú er bara kannski komið tími til að fara að tala um þessu hluti og hugsa í lausnum og ég held að fræðsla sé fyrsta skrefið í því. Algjörlega. Og ef við tengjum umræðan okkar aðeins við lög og réttindi, þá er eins og staðan núna er þetta ekki að samræmast við lög, af því að eins og lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir númer 38 2018, þar er verið að leggja áherslu á einstaklingsmiðaða samfelld og heildstæða þjónustu. Við getum alveg sammála því að þetta er ekki komið þangað í dag. Ég held að fólk sé ekki að njóta þeirra réttinda og bæði mannréttinda og þjónustu sem að kannski lögin og mannréttindasáttmála gefa til kynna og það vantar bara held ég meira fólk, meiri peninga og meiri ásetning að gera vel. Svo náttúrulega samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sjá nú löggildur núna 2005. Já. Húrra fyrir því. Já. Kveður á að sko fatlað fólk eigi náttúrulega að njóta sömu réttinda og allir. Já. Og þessu grein númer 18 þar sem að tala um að fatlað fólk hefa jafnt aðgengi að þjónustu, sjálfstæðu lífi og fullra þáttöku í samfélaginu. En við vonum bara að við sjáum einhverjar breytingar. Já. Virkilega. Ef við tölum að svona hlutverk þroskaþjálfa. Já. Betur varðandi þetta. Hvað voru ekki allir viðmælendur okkur sammála því þegar við spurðum þau að það væri klárlega þannig að aðkoma þroskaþjálfa væri góð? Jú, ég held að þau séu einmitt og ég held að þau hafa verið sammála í lykilstöðu að færa þjónustuna nær fötluðu fólki. En eins og Friðrik kom inn á að þá er hlutverk þroskaþjálfa að ryðja hindrunum úr vegi. Já. Það er ekki þeirra hlutverk að
að verða áfengis- og vímuefnaráðgjafar heldur að fatlað fólk geti notið þessara þjónustu. Eins og hann nefndi bara í skólanum, það er ekki hlutur þroskaþjálfara að vera kennari, heldur að barni geti notið þjónustu kennarans. Aðstoð við það. Aðstoð við það. Ég held að þetta sé rosalega mikilvægur punktur sem að þarf að komast út í samfélagið, þess að ég held að sé ekki allir sem að átti sig á þessu. Ef við pælum að sé framtíðarsýninni, lausnum, hvað þarf að breytast? Við ætlum að byrja á því að byggja nýjan Vog og nýjan geðspítala sem að hérna er hannaður á þann hátt að allir geti nýtt hann, það þurfi ekki einhverja sérlausnir eftir á. Það er ekki líka bara samþætta þjónustu, það er ekki kerfin að tala betur saman? Jú, ég held líka bara að við þurfum svolítið að fara inn í þetta félagslega sjónarhorn og taka ábyrgð á okkar þætti í samfélaginu og við séum að búa til hindranir sem að fatlað fólk nær ekki að yfirstíga og aftur þessar hindranir algjörlega óþarfar. Og ég held að stærsta hindrunin sé okkar eigin viðhorf og eins og Guðlu kom inn á eins og með aðgengi einhverfa geðheilbrigðisþjónustu. Það þarf enginn að fara í háskóla og læra einhverfu. Þú veist, maður læri bara að því að tala við fólk og tileinka sér hlutina og verða sérfræðingur. Þannig. Og auðvitað einhverfir eins og allir aðrir að hafa jafnt aðgengi að gæðum samfélagsins. Og ég held að sé okkar ábyrgð að verða viðsýnni og gangast við þeim hindrunum sem að við erum að setja fyrir fólk ómeðvitað, mjög líklega, en við þurfum að gangast við því að heimurinn er ekki svo einsleitur og við þurfum svolítið kannski að víkka okkar sjónarhorn. Og eins og Friðrik sagði, þú veist, að við þurfum að detta oft á leiðinni, leiðin er ekki greið, en við megum bara ekki gefast upp. Nei, nákvæmlega. Og svo er náttúrulega líka eitthvað sem ég langar að nefna er fordómar og hræðsla við að ræða þennan hóp sem við erum að tala um. Fatlað fólk í víknarnámsleið, einhverfir með áfengis- og vímuefnavanda. Þess að sé svona eins og sé bæði hræðsla og feimni við að viðurkenna þennan hóp. Hvort sem það er fagfólk eða hinn almenni borgari. Og svo fordómar sem að komast einhvern veginn út af því, mér finnst að það þurfa að breyta, sko. Já, og svo líka bara held ég að það þurfi svolítið að smíða von, þú veist þetta, og við þurfum svolítið bara einhvern veginn að taka ákvörðun það að við ætlum ekki að hafa svona. Ef að þú er að fara að gera þetta verkefni eftir á morgun, Hulda, hvað myndir þú vilja rannsaka betur? Ég held að næsta verkefni ætti að vera að rannsaka hversu, eins og Guðlu kom inn á, kannski er það hugmynd að skeyma fyrir einhverfu í vímuefnameðferð. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Ég fagna því að eins og hún sagði að bæði geðdeild og S.A.A. hafi kallað eftir fræðslu með einhverju en vegna þess að þessir aðilar eru vissulega að meðhöndla einhverja einstaklinga og kannski þurfum við bara að fá meira frá einhverju samfélaginu sjálfu, þannig að þar eru alveg örugglega margir
óvirkir alkoholistar eða virkir alkoholistar sem hafa eitthvað um málið að segja. Já. Það er einmitt eitthvað sko sem að, þú veist, ef það er eitthvað takmörkun hjá okkur sem er bara, eins og þú ég meintist á hérna í fyrsta þættinu mér að þetta hefði verið gaman að fá rödd einstaklingsins sjálf sem er kannski einhverjur með áfengis- eða vímuefnavanda. En það er svona, Og hefur notið þjónustu þessara kerfa. já, algjörlega. En þá held ég bara að við förum að ljúka þessu. Já, Við þökkum bara kærlega fyrir áheyrnina. já, Vonum að þetta sé að opna augu fólks. já, og vekja umræður. Já. Ég held að það sé kannski bara aðalmarkmiðið að vekja umræður og hérna, já, Fá fólk til þess að hugsa um þetta. já, Og já, bara takk kærlega fyrir og takk fyrir samvinnuna, Hulda. það er